skjánum. Sport TV með ykkur hér í Laugardalnum. Freyr Brynjarsson heiti ég og Þormóður Björnsson mér til aðstoðar. Leikur Þróttar Reykjavíkur á móti KA og þetta verður án efa hörkuleikur. Þróttarar á toppnum í deildinni með 15 stig eftir 5 leiki. Það þýðir ekkert tap og KA-menn með 11 stig og verða í rauninni að mjög mikilvægt að vinna þann leik, Þormóður. Já, þetta er mikilvæg leikur. KA spáð góðu gengi í deildinni og þeir ætla sér mikið og það væri dýrt fyrir að tapa þessu leik. En þeir eru engu að síður taplausir eins og Þróttarar. Þeir eru bara búin að gera 2 jafntefli þannig. Já, og þeir eru hundfúlir hér með einmitt í síðasta leik á móti Selfoss þar sem að þeir skoruðu markað dæmt að þeim. Já. Hefðu átt að fá víti og meira til, en þeir koma tvíhelt til leiks hér og ætla sér að taka 3 stig, það er alveg klárt. Já. En svo spurning hvað Þróttar að gera. Þeir hafa byrjað vel undanfarin ár og svo höfum við farið hallað undan fæti. Spurning hvort að þetta verði leikurinn sem að kemur Þrótturum niður á jörðina eða hvort að Þróttarar haldi bara áfram sem horfir og vinni enn einn sigurinn. Já, þeir voru með 14 mörk í fyrstu 4 leikjunum en skoruðu svo eitt markana í seinni hálfleik á móti Grindavík síðustu umferð og unnið þann leik 1-0. Það getur verið spurning hvort þeir séu eitthvað svona á einhverju niðurleik. Já, KA-menn spila 4-3-3 en eru með breytingar. Það er Ævar Ingi Jóhannesson sem er kominn á bekkinn. Hann er tæpur og spilaði með U21-landsliðnum, fekk eitthvað aftan í læri og ég er ekki viss Bjarni var ekki viss að myndi nota hann í þessum leik, en hann er allavega til taks á bekknum. Og svo var það Halldór Hermann sem er líka frá vegna meiðsla og það er Halldór Hermann Jónsson sem er ekki með og hann er bara skráður sem liðstjóri í dag. Já, svo er þarna hjá Þrótti Ragnar Pétursson. Já. Hann meiddist hann á hné á móti Víking Ólafsvík og það lítur ekki vel út, voru þeir að segja mér áðan. Og verður sennilega bara ekkert með í sumar. Ok, það er slæmt. Það væri nú slæmt, við skulum vona að það sé ekki svo. Já, Rafn Andri í baráttunni fær innkast. Gríðarlega skemmtileg stemning hér á pöllunum. KA-menn búin að yfirtaka stúkuna hér alla hana tímabundið. Sjáum hvort að Þróttarar taki sér til og myndi jafngóða stemningu. Hér er úrspark og KA-menn tapa boltanum. Það var að Dion Jeremy. Þetta var hraustlegt. Já. Kumu fekk hérna, tók vel á því. Chelsea leikmaðurinn, ungi. Spilaði með úlingalið Chelsea 12-19 ára. Hann er komin í KA-lið. Já, og hann er alltaf sáttur hér á hliðarlínunni. Þjálfari Greg Ólafur Ræder með þetta. Er frá Newcastle. Hann var að þjálfa í Vestmannaeyjum og var fenginn hingað til Þróttara og er að gera góða hluti. Ára Karl kemur boltanum alveg tilbaka. Davíð Þór Ás Björnsson með sendinguna fram. Viktor, og hér er skot og það er rétt. Jæja, þetta var auðveldur bolti. Alexander Veigar átti þetta skot. Það má taka eftir leikmann nr. 9 hjá Þrótti. Viktor Jónsson búinn að vera frábær fyrir Þróttara í sumar. Er að láni frá Víkingum og ég er alveg viss að Víkingar séu hundfúlir að hann sé ekki að spila með þeim. Komið 6 mörk. Hér er boltinn út af innkast sem að Þróttarar eiga. Það
heyrist nú aðeins í Þrótturunum líka. Þeir eru ekki jafn sýnilegir hérna, einn stór hópur af KM-mönnum samankominn. Já, gaman að sjá Gulir og glaðir. svona flott stuðningslið á útivelli. Já, hann er aðeins dreift yfir Þrótturunum, dreifa sig aðeins meira. Hér er innkastið og það er beint á Kubu. Boltinn út og þennan tapa Þróttarar boltanum, innkast. Elvar Árni. Skráði ekki hjá mér, hann var með 4 mörk í held að Ævar sem er meiddur kom með líka eitthvað að slatta mörkum. Þannig að það er slæmt að missa hann í... Já, 3 mörk sýnist mér, Elvar Árni. Já. Og svo er Ævar með 4. Þannig að það er blóðtaka, hann skulle ekki vera heill. Já. Dómari leiksins Halldór Breiðfjörð Jóhannsson. Honum til aðstoðar Steinar Berg Sævarsson og Bjarki Óskarsson. Sjá hvað verður úr þessu. Þróttarar unnu síðasta leik móti Grindavík, en það má segja að það hafi kannski ekki verið verðskuldað, vilja einhver meina, en þeir skoruðu 1 mark og það verðskuldar 3 stig, hitt liðið skorar ekki mark, annarkoð ljóst, en Grindvíkingarnir voru mun betri í þeim leik og voru nánast allan tíma með boltan, en það eru Þróttarar sem náðu að skora markið. Hér eru Grindvíkingar, KM segi ég í barðunni, en Þróttararnir vel gert og keyra hérna áfram. Dion Germany, Akov gerði vel hérna, Viktor og Aron Ímir. Kemur fyrirgjöfin, en þessi bolti skallaður frá og út af. Þá er það Aron Ímir sem að Pétursson sem tekur engast, hann ætlar að taka langt tilhöp. Hann er annars komin inn í veitingastöðuna. Sjá hvað þetta engast drífur og það er bara á KM-mann. KM-menn halda boltanum eða hvað, já, Oddur, segi ég. Hver er nummer 7 hjá K-Oddur? Ímir, já. Ímir sem að koma inn í liðið. Og svo var það líka hann Davíð Rúnar sem að kom líka inn í liðið á kostnað Ævars og Hrannars. Já. Það var það Þróttarar sem að reyna að byggja upp sókn hérna og Dion Jeremy með boltan. Hér kemur Rapp, kemur boltanum alveg yfir. Rapp mjög hreyfanlegur hérna á miðjunni. Stingur honum hérna á inn í kantinn, hengir sending fyrir, en KM-menn bæja hættinu frá. Þetta er vel gert hjá Davíð Þór og hér er boltinn dettur inn í tegin, en Fannar Hafsteinsson tekur þetta í markinu. Efnilegur ungummaður í KM-markinu og búinn að vera að glíma með meiðsli síðasta tímabil en hann á að fá sénsinn hér í sumar. Og er það KM-menn missa boltan frá sér og Aron Ímir kemur boltanum á Jeremy. Sendinga fram á Viktor og það er Callum William í barðinni hann og kemur boltan tilbaka og bolti fram. Öruggur hann að Fannar. Þá var það einkast KM-manna, Hilmar Trausti. Boltinn hérna, hár bolti. Bara kastar hann frá. Hér er Jóhann Helga Alexander
Þróttarar byggja upp sókn. Aron Lloyd Green er aðeins aftar á miðunni og að taka boltan, bera hann upp, stýra hann áfram. Boltinn þar yfir á Dion Jeremy inn á miðuna, Oddur og Rapp, boltan hérna alveg yfir, ekki með fyrirgjöf en þetta er beint í hendunar á Fannari. Hann er fljótur að koma boltanum leik, Júrai tekur upp boltanum, Júrai kom frá Grindavík. Hann var ekkert að standa sig gríðarlega vel með þeim í fyrra en hann einhver sig komin til Kámanna, heldur sig við gulabúninginn. Rafsandi Vegar missir boltan. Gumu tekur þennan bolta og var á Júrai. Hilmar Trausti með honum þarna. Hvað gerir Júrai? Hilmar Trausti með fyrirgjöfina. Já, þetta var ekki laflaust. Varnarmenn Þróttar tóku þetta en hér er góð tækling hérna hjá Atla Svein en kannski að hér er aksjón í gangi. Það verið að ýta mönnum fram og tilbaka. Þetta var Davíð Þór sem að tók hérna létt púss á Atla. Sýndist mér eða hvað, nei, Atli kom inn í. Sá nú ekki alveg hvað mann ítti hérna en hann fær tiltal. Dómarinn talar hana við á. Já, að gera að fá aksjón í þetta. Það er alltaf að fyllast hérna, tínast í stúkuna. Káamenn ennþá vel sýnilegir og heyrist vel í þeim. Já, það eru flottir hana, allir gulir fyrir miðjum. Já, fyrir ekki mittumála. Hvað eru boltinn laus. Gumu hérna reyndi að vinna boltan. Davíð Þór stýrir þessu boltan tilbaka. Já. Það eru Trausti Sigurbjörns í markinu sem kemur honum áfram. Aron Davíð Þór, það segi ég, kemur boltan tilbaka. Hér hlýtur að vera aukaspyrna. Já, brotið á Dion Jeremy Akov. Það var það Davíð Þór, Karl Brynjar. Mjög öflugir miðverðir hjá Þrótti, bara standa sig vel. Boltinn fram, Atli skall þennan bolta. Gummur tekur hann niður, kemur hann tilbaka á Hilmar Trausta. Boltinn út af innkast sem að Káamenn eiga. Já, Dion lokaði hennar vel á hann. 9 mínútur liðnar af þessum leik. Staðan er þá 0-0. Fínt veður í Laugardalnum. Glæsilegt veður. Hvað er samt málið með að spila þetta á gervigrasi? Já, herru, Þróttar bara vildu það. Þeir kusu það leikmenn. Já. Skilst það að fara í 19-3 í kosningin. Sæll. Það var, þjálfarinn hafi eitthvað verið að koma með góða statistíku um það að Þróttarar sé að taka fleiri stig á gervigrasinu. Já. Já, það er að gera að nýta sig það. Já, ég er búinn að æfa á þessu í 8 mánuði. Ekki geta bara að klára þessa 3 sem eftir eru hana. Þannig að þetta er framtíðin, held ég. Þetta er það? Já. Framtíðin á Íslandi, gervigras. Já, bara. Ekki vont að tækla þessu? Jú, það er alltaf leið. Það er örugglega ekki þægilegt sko, en þetta er alltaf að vera betra þessi gervigras. Alltaf líka grassi. Hér er stunga en hann er ekki að stýra honum, halda honum inn á. Hann Dion fekk mann í bakið hana. Kannski aðeins breytt stefnu fyrir vikið. Atli með sendingu tilbaka. Hár bolti. Júrai missir af þessum. Aron Ímir skallar hann. Jóhann Helga kemur honum áfram en Þróttarar vinna boltan. Mikil barátta hér boltan. Ímir. Löngsending, þessi bolti bara látið fara út af. Já. Þessi var ekki á leiðinni neitt. Það er þá Trausti með útsparkið hérna.
Já, Trausti var í úrvalsliði 5. umferðar og það var Fótbolti.net sem heldur utan um það. Já, þeir eru nú ekki búin að fá þessi mörg Þróttarar. Nei, Davíð Þór líka í úrvalsliðinu og vörninni. Káamenn með Archeng Nkumu í þessu liði. Þeir eru Þróttarar komnir í færi, hér vilja að fá aukaspyrnu, ekki dæmt. Bara Þór sem hefur tekist að skora á Þróttarana. Já. Það var í fyrstu umferð. Já, það er norðamenn, þá hlýtur norðamenn hérna líka að skora. Það er spurning. Við allan að vilja fá mörg. Þeir geta ekki verið minni menn en Þórsarar, káamenn. Og er það Hrannar Nkumu duglegur að hreyfa sig. Jóhann Helga Júræ tekur skotið en þetta er æfingabolti fyrir Trausta í markinu. Og Trausti tekur sér góðan tími í þetta. Sparkið skalli frá Viktori. Þróttarar skalli aftur, þarna var Callum aðeins sterkari. Júræ tekur boltann hann vel niður, leitar að Samherja, kemur hann alveg tilbaka á fyrirliðan Atla Svein og Hrannar kemur boltann strax aftur til Atla. Davíð Rúnar kemur boltanum áfram, Jóhann Helga Júræ. Þetta er ljómandi spil hérna hjá Káa. Skal sjá hvort þeir fá eitthvað út úr þessu. Júra með 2 menn í sér hérna, fyrir inn á miðuna, reyna að stinga honum inn og ekki með skalli. En Þróttarar vinna vel úr þessu. Alexander Veigar kemur boltanum áfram, Dion Germany. Hann er búinn að vera mikið í boltanum, öflugur boltinn út af og engas sem Þróttarar eiga. Já. Þarna kom Hilmar sterkur á mótunum. Þessi bolti ár hér stígur Hlynur Hauks Ími vel út fullmikið og já, hann þarf að passa sig náttúrulega þessu aukaspyrnu. Káa búinn að vera hérna aðeins frískari undanfarnar mínútur. Já, þetta er svona, það er ágætt jafnvægi í þessu. Bæði lið ætla sér að vinna þennan leik, það er alveg klárt. Þróttarar beita hér skyndisóknum. Reyna að koma nú að Elvar, ná því ekki, nei segja á Viktor. Men vinna boltan Davíð Rúnar, kemur boltan alveg tilbaka á Atla Svein. Atli Svein til Elvars, ætlar Elvar að gera, reynir að koma honum hérna út á kantinn en þetta er frábær tækling hjá Rafn Andra og enga sem að Káamenn eiga. Já, Káamenn stuðningsmenn alltaf vera duglegir að syngja leikjum hérna á Íslandi. Hér er hættulegur bolti og Þróttarar ná að bæja hættinu frá í bili. Já. Jóhann Helga tekur boltan vel niður hérna og fyrirgjöf. Þetta var Jeremy í baráttunni hérna, heldur boltanum eða hvað, nei, missir hann frá sér. Vantaði meiri stuðning hana upp eftir og seinir fram Þróttararnir. Hilmar Trausti hérna með honum. Hér er Júræ, hann er að fiska þessa aukaspyrnu. Nei, hann lætur ekki platast þarna en það var ekkert á þetta. Karl Brynjar keyrir hérna upp. Hvað ætlar Karl að gera? Skjóttu bara marki, kallinn minn. Já, hann er með fína sendingu hér á Viktor en Viktor er rangstæður. Já, þetta var pínu klöfulegt. Já, Karl Brynjar hefði náttúrulega bara samt að skjóta markið. Það er ekki oft sem hann fær tækifæri til að fara svona langt fram með miðju. Þetta ljómandi skyndisókn hana hjá Þrótturum en
en kannski afgreiðslan hann ekki alveg nógu góð. Já, þetta hófst allt með því að Júra var að reyna að fiska hérna aukaspyrnu. Ef hann fengi aukaspyrnu þarna þá var hann á flottu stað, en dómarinn vel staðsettur og lét ekki gabbast. Og hér já, þetta var harkalega gert hér hjá Elvari Árna. Keyrir hér Aron Lloyd niður og mér finnst svona dómarinn vera bara í kannski of nálægt þessu. Já, ég vilja fá okkar á þetta. Já, ég hefði enda aukaspyrnu á þetta. Hann keyrði hann í hann og var ekkert að hugsa boltan. Nei, þetta var bara glórulaust. Það var hérna beint fyrir framan dómara sýndist mér og skrítið að hann skildi ekki dæma á þetta. Nei, við skulum vona að þetta sé ekkert alvarlegt. Hann væntanlega bara láta dómara vita af því að það verið brotið á honum. Já. Það verður að gera það með smá tilbörum. Vonaði ekki mitt sér neitt. En augljóst brot og skrítið að dómarinn hafi ekki tekið eftir þessu. Dómaralegsins Halldór Breiðfjörð Jóhansson, aðstoðardómarar Steinar Berg Sævarsson og Bjarki Óskarsson. Það alltaf fyllast í stúkunni hérna. Þróttarar dreifa sér vel hérna yfir þessa myndarlegu stúku hér í Laugardalnum. Já, það eru svona sikkur megin við bara. Já, KM fyrir miðju. Og Aron Lloyd Green tilbúin að koma inn á. Hér kemur löngsendingin í KM taka þannig niður. Elvar missir boltan. Mér kemur stungusending á Elvar en þarna var Viktor og Díon víðsfjarri þessum bolta. Alexander Vegar sem að reyndi þarna þessa stungusendingu. Það var Fannar sjálfstraustið uppmálaði hérna í markinu. Það var að Jón Helga kemur boltan tilbaka. KM hafa verið að vinna með Pepsi 2016 á Twitter. Já, þeir ætla sér upp. Já, þeir ættu nú að samkvæmt öllu vera með sterkasta mannskapinn en þannig að sigur hér myndi vera mjög vel þeginn fyrir KM komast á upp í 14 stig og hér komið færi. Nei, hérna var já, þeir misskilningur en boltinn endaði í höndunum á Trausta. Þeir eru með hvað 11 og Þróttur 15. Já. Það væri svolítið slæmt að missa Þrótt í 18 stig. Já, nákvæmlega. Og að þetta sem eru bara nýbyrjað. Við erum bara í 7. umferðina. Já, já. En það væri ekki amalegt að hérna ná sér í svolítið mun. Þróttarar hafa náttúrulega þessi mist smá dampinn þegar að líður á sumrið. En ég held að KM séu ekki trifnir að því að Þórsarar séu hérna með 15 stig. Nei. Og vilja komast yfir þá. Komast upp að þeim allavega. Mikil barátta hérna og skemmtilegur rígur fyrir norðan í fótboltanum og já, í fleiri, fótboltanum aðalega, handboltinn alltaf orðin sameiginlegt. Já, það var nú svakalegt ef að Káa og Þór færi upp. Já, það er því bara mjög gott fyrir fótboltan en ég er ekki viss að stuðningsmenn fara sammála því. Hér brot og áhorfendur KM-manna skildi ekkert í þessu. Díva kallaði hérna á stúkunni. Þá er það Aron Ímir með sendingu hér á Viktor. Hér
Já, bara svona svipað kannski og áðan. Nei, þetta var full lausara held ég. Já, og notaði hendurnar samt sem áður. Það má ekki. Nei. Þá var það Jóhann, missi boltan frá sér. Karl Brynjar missi boltan líka og Jóhann vinnur hann aftur. Hér er bara aukaspyrna. Já. Karl Brynjar brotlegur. Ekki spurning. Hann veit upp á sig sökina. Þá var... Þetta er stórhættulegu staður. Já, Júrai líklegur, Jóhann Helga líka. Sjá hvað... kannski full langt frá. Ég held að Trausti í markinu sé verið alltaf með þannig bolta. Já, hann á bara að gera eins og check og vera bara í miðju markinu, vera að taka neitt markmannsshot. Gera eins og check, fá á sig 2. Það ekki, erum við ekki sáttið við það? Já, þú ert káa maður þá Já, ég bara vill fá mörk allavega. Já, Trausti tekur sér stöðu þetta bara í miðju markinu og hann hefur nógan tíma til þess að sjá boltan. Júrai tekur skotið að fyrir varnarveginn. Beint í varnarveginn og þeir fá hérna, þetta er ljómandi sending hérna inn í. Já, þetta er sending en Karl Brynjar er að bæja hættinu frá í bili. Hlynur, Hilmar segi ég og Júrai með sendingun inn í. Trausti tekur þennan, slar hann frá og flott útlöp hjá Trausta, hættulegu staður. Já, Rafn Andri bæjar hættinu frá í bili. Það Hrannar Björn. Hér er góð baráttu í Ími en Þróttarar halda boltanum hér. Rafn Andri kemur boltan tilbaka. Otur og hér stingur hann boltanum á Aron Lloyd missir boltan aðeins langt frá sér og hér er brot að þið vilja fá eitthvað þarna en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Júrai. Já, ég er ekki... Viktor, hvað gerir Viktor? Setur skotið og frábær markvarsla hjá Trausta þarna. Já, ég held að þetta ekki verið neitt brot. Já, ég meina að þetta var vissulega brot en dómarinn lit leikinn halda áfram og ég held að bekkurinn að vilja fá eitthvað spjald. Já, þetta var ekki spjald sko. Það var aðeins og seitt þarna í boltan en ég held að dómarinn hafi gert hárrétt þarna með því að láta leik halda áfram. KM fengu fínt færi. Já, ekki spurning. Og Bjarni vill eitthvað að fá að hagnaða reglan í lagi sko. Já, ræða hér við línuvörðinn. Já, ég held þetta ekki. Þetta var vissulega brot eins og þú segir en tæplega spjald og auðvitað átt hann að láta skyndisóknina halda áfram og endaði með fínu færi. Já. Það var að tekið stutt hornið. Þetta gengur ekki alveg nógu vel upp og Júrai með sendinguna fyrir. Karl Brynjar bæir hættunum frá. Og Júrai skallar boltan. Boltinn laus og það eru Þróttarar sem að vinna hann og reyna að byggja upp sókn. Og það Díon. Já, hann byrjaði þennan leik fyrstu mínútur hérna, fyrstu 5 mjög öflugur en hann er ekki fengið boltan hérna á kantinn lengi vel. Þróttarar þurfa kannski bara að reyna að finna hann betur í fætur. Og það Kumu kemur boltanum áfram. Björn þarna með skemmtilegt þrif. Boltinn hérna út á kantinn. Fyrirgjöf og laus bolti. Þróttarar ná að bæja hættinu frá Júrai. Og hér er Jeremy. Þvílík tækning hérna. Þetta var dýrari típa. Hann fer yfir boltan og hér eru KM-menn. Jón Helga með skot en þetta er bara mjög auðveldlega tekið í markinu. Já. Og Elvar Árni brjálaður hérna inn í teignum. Viltu meina að það hafi verið brotið á sér hérna án bolta. Boltinn víðsfjarri. Þá var það Þróttarar 25 mínútur liðnar af þessu leik, staðan ennþá 0-0. Já, gáa menn búin að vera svona ferskari. 27 meira segja, svo þetta sé nákvæmt. Já, það er spurning hvenær KM hafa átt hér á síðasta þriðjungnum verið betri og
verið svona líklegri til þess að ná sæmilegu skotamarki. Þróttarar hafa ekki náð að nýta sér hérna eftir að hafa verið komin í miðju. Hafa ekki náð neinu alvöru færi. Nei. Það er Karl Brynjar í baráttunni. Já. Hann heldur áfram að þeir eru í einhverju aksjunni hérna, hann og Helvar Árni, en þá var það Júræ. Hann tekur skotið en það er framhjá og Trausti var öryggi uppmálað þarna. Já, en enga á síður, fín sókn aftur hjá Káa og ná sér í skot þó að það er kannski ekki alveg ná að negla rammann í þetta skipti. Nei. Það er Þróttarar núna sem sækja. Dion Jeremy var hérna mjög ferskur byrjun leiks. Já, Jeremy, hann er ekki fengið boltan í fætur í stöðu, sending og það er bara mark! Frábær sending og glæsilegt mark og hver annar en Viktor Jónsson skorar þetta mark hér á 29. mínútu þessa leiks. Jeremy fær boltan hérna á vinstri kantinum og tekur hér, nánast 2 á, fer hérna upp alveg kantinn, sendir hann fyrir og Viktor með frábæra snertingu og Fannar á ekki neitt möguleika á að verja þannan bolta. Nei, gjörsamlega óverjandi og frábær sending frá Dion Jeremy, alveg frábær. Já, þetta var frábært hlaup hjá Jeremy, sendingin flott og hlaupið hjá náttúrulega Viktori vel gert hjá honum og hann potaði boltanum bara og gerir eins og alveg sendir potunum í markið. Já, örugt og flott og kannski lág ekki á loftinu. Káa búin að vera duglegir að sækja hennu undanfærið og Káa er búin að vera mjög betri, það verður að segjast alveg svo í þessu leik og pínu svona köld vaskusa í andlitið á Þrótturum, en þeir eru komin, hér eru Þróttarar komin aftur og það er Dion Jeremy aftur. Jeremy gefur hann aftur á Aron Ýmir sem, þetta fór ekki fyrir. Svolítið glannaleg sending hérna, en hvað gera Káamenn? Elvar Árni með boltan hérna og nú vantar mennin í teig. Já, hann er að taka hér Davíð Þór á, hér kemur sending á Júra við skot, þetta er rétt framjá, hitti boltan ekki alveg nógu vel. Hefði mátt stýra þessum á markið. Já, þetta var svaka bolti. Fín sókn á Káamönnum. Það er eins og þeir eru ekki að ná að klára þetta. Það verður að telja upp styrtaraðilega. Hér er löng sending fram, enga sem að Káamenn eiga. Skulum sjá. Þetta var smá bakreiting frá Davíð Þór. Karl Brynjar út á hlinn. Já, blessaður. Hvað er fíkt í mikrofónunum hann úti. Já, það er alltaf það, einn leikur bara í fyrstdeildinni í dag. Það er þessi leikur. Það er alltaf Pepsi-deildin í kvöld og önnur og þriðja-deild og fjórða-deild karla í gangi núna. Víðir að vinna Völsung í þriðja-deildinni. Já. Hér er sendingin fyrir en þessi út af. Og Örnin 1, Hörður Ísafjörður 1 í fjórða-deild karla sé. Það verður að telast óvænt. En það er útspark hjá Fannari. Já. Káamenn þetta vel í sér heyra hérna.
Ég svona held að ef að KM halda áfram þessari baráttu þá er eftir að skora. Já, það sko liggur í loftinu marki á þeim, en það er líka hættulegt að sækja svona, þá getur þú fengið á þau skyndisókn eins og gerist á hann og Þróttararnir sýndu það að þeir eru baneitraðir í skyndisóknunum. Já, þetta var sem allir komnir tilbaka hjá KM-num á, þetta var bara klaufalegt hjá þeim að ná ekki að bæja hættinu frá þarna. Það þurfti að gera betur hérna í vörninni. Já, það þurfti að loka betur á Díon, hann fekk fullmikið pláss hana kannski til þess að stíga Viktor út. Ég sá nú ekki alveg hver það var, hvort það var Callum hann í honum eða Atli Sveinn, en þeir átt að gera betur að stíga hann út og ekki leyfa honum að komast í boltann. Hér er Ímir í baráttunni, fær aukaspyrnuna. Já. Það var Júrai með aukaspyrnuna. Já, hann getur, þetta gæti orðið hættulegt ef það er góð fyrirgjöf hérna. Já, þetta lítur vel út. Það vantar aðeins lengra en Sarri kannski. Jón Helga auðvitað skallan eitthvað áfram. Hér er bara þetta boltan og Chelsea maðurinn vinnur þetta. Kumu. Og það Atli Sveinn. Hættuleg sending hérna, en Kumu nær að koma boltanum áfram. Síðan tilbaka og hér reyna þeir stungu, en Þróttarar gera vel, halda boltanum hérna. Karl Brynjar og Davíð Þór. Aron Ímir. Og það reyna að stilla upp hér stunga hér á Viktor, en Callum er að bæja hættinu frá. Innkast sem Þróttarar eiga. Já. 35 mínútur liðnar þessu leik. Það er Aron Ímir sem tekur þetta innkast. Þessi bolti út af. Já, Viktor náði ekki Annað innkast. Annað innkast hérna. Sjá hvort að þessi eitthvað hann ætlar að taka þennan langan. Hann er bara komin hérna upp við hús bara. Já. Spurning hvort að KM sé að twitta eitthvað á Pepsi 2016. Skoða það. Og innkastið, og jú, langt vel inn í teig, en KM ná að bæja hættunni frá. Aron aftur. Sjá. Nei, vel leist hjá varnarlínu KA. Þeir koma hérna hratt upp. Já. Vel gert hjá Elvar Árna, standi í lappinu hana, en hann misti síðan jafnvægið. Hann var aðeins tóið í hann. Hann vill fá eitthvað fyrir það. Og hér er, já, það er æsingur í gangi. Það er brotið á Þórótturum, Kumu sem er brotlegur. Já, hann fór samt beint í boltan, sko. Það er kannski ekki alveg. Já. Bjarni er, það síður á hann hérna. Já, hann fílaði þetta ekki, enda sparkaði hann Kumu beint í boltan og kannski ekki. Já, hér er Fannar komið full langt, en þarna var Viktor Jónsson sem hrasaði þarna, vildi fá eitthvað úr þessu, ekki dæmt. Langt útspark. Boltinn á Júrai, þetta er aukaspyrna eitthvað, nei. Úff, og hér er, jú. Það er aukaspyrna ykkur, náttúrulega. Það er Júrai fæði þarna eitthvað högg á höfuðið og þá stoppar hann leikinn. En það er brot á KM-mennur brotlegir. Já, setna brotið sem hann dæmir á hana. Já, Elvar Árni hérna er orðinn pínu pirraður finnst mér hér og hann tekið hraustlega á honum þegar hann er að hlaupa hérna á milli varnarmanna og hann pínu farið að há honum. Já. Hann missa einbeitinguna. Skulum vona að hann hristi það af sér.
að gera, taka þátt í umræðu leikinn að gera hashtag SportTV. Hér verið að ræða við menn. Þróttarar 1-0 yfir og standa nokkuð vel af í. Gísilega fallit mark sem við fengum inn á. Já, það var það. Já. Já, það eru hérna fyndnir káamenn á röltinum. Já, þetta voru varamenn káa. Þeir voru hérna með innlegg í mikrofóninn. Spurning hvernig Bjarna líst á þetta þegar hann fara að heyra þetta eftir. Já, sjá til, hér Aron Lloyd, keyrir hér upp. Kemur boltanum á Jeremy. Jeremy að reyna að fara hér 1-1 á fyrirgjöf og skalli og hann baneitraður hérna út á hægri kantinum. Já, þetta var fínt skalli á Hrannari en það er kannski mátt stýra honum örlítið betur, kannski kom nú aðeins og framalega en Hilmar trausti ekki alveg að ráða við Dion Jeremy. Það er dýrari tífald. Já, það er verið að tilkynna einhvern bíl sem er illa lagt og ef hann ekki færist þá ætla Þróttarar bara að fara með hann á bílasöluna, selja hann. Hér og Júrai gerir þetta vel, fær aukaspyrnuna og þessi aukaspyrna á fínu stað, kannski örlítið of langt frá. Júrai ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Já, Júrai mundar fótinn hér og Trausti klár í markinu, þreyrir varnarvegg. Hvað gerir Júrai? Hann tekur skotið og Trausti gerir þetta vel, slær boltan upp í loftið og grípur hann svo. Það var ekkert að tvína hann við þetta, tók þetta bara glæsilega niður. Hér löng sending fram og Trausti fær boltan aftur. Og það Karl Brynjar með langa sendingu fram, skemmtileg sending hérna og Alexander Veigar brotið á honum eða hvað, nei, innkast og það er action boltan þarna. Já, Þróttarar hérna í stúkunni, þeir setja sinna sikkur megin út af sólinni. Sitt í sólinni. Káamenn, þeir eru náttúrulega bara í sólskínbúningnum og þurfi ekkert auka sól. Það lýsir frá stuðningsmönnum Káa hérna. Lýsa, já. Þeir hérna lýsa upp skammdegið hérna undir skygninu. Já. Það var það Káamenn, Karl Brynjar kemur boltanum alveg tilbaka, Trausti með útsparkið, hálfbolti, Kumu skallar þennan áfram, Jeremy tekur hann niður og tekur svo rás og hér keyrir hann á vörnina, Björn endur hann, Hrannar á mótunum, hér kemur skot, þessi er næstu því bíla. Hann búinn að gefa nokkuð sinni fyrir og hefur langað til þess að pröfa að taka eitt skot sjálfur. Já, og flott upplaup hjá honum. Það var hún Davíð Rúnar hérna sem var elda reyndar, ekki Björn. Hann er stórhættulegur hérna, Dion Jeremy. Hann er það. Þá er það Jón Helga, hann er rangstæður. Já. Bjarni og línuvörðurinn. Þeir eru konið í náið samband hérna. Já, hann Steinar Berg og Bjarni Jó. Þeir verða ansi góði vinnir hér við loka þessa fyriráleiks allana.
að ræða mikið við hann. Já, Bjarni vildi vantilega meina að fóra af varnarmanni og svo inn, en línuvörðin þarna fjær alltaf sér það ekki. Það kemur úr rangstöðu og línuvörðin bara flaggað á það. Þá var það KA-menn, Elvar Árni heldur boltanum inni, stígur hérna 2 út og býtur nú við. Þessi bolti ennþá inni og KA-menn komum upp að endamörkum. Hér fyrirgefið og skot og Júrai gerir sér sekanum. Svaka skot, vel yfir, hafði allan tíman í heiminum hana. Hallar sér yfir boltan, Já, þetta er alveg skelfilegt. Þetta var dauðafæri sem að frábær sókn og KA-menn til alls líklegir hérna á lokamínútum fyrir hálfleiks. Já, þarna var góð sókn hjá KA-mönnum, enda með því að boltinn datt út í teginn fyrir Júrai og Júrai, já, það má kalla þetta dauðafæri. Já, ekki spurning, hann var alveg opinn og neldi boltanum yfir. Hitt ekki nógu vel á boltan. Hvað sagðirðu? Halla sig meira fram? Hallaði sig ekki nógu mikið yfir boltan. Nei, hann var of... Það er þetta í 5. flokki, sko. Já, hann hefur kannski mistað þeirra æfingu. Nei, hann var að drífa sig að skjóta hann, hann var með varnarmenn í kringu sig, en þetta gerist á bestu bæjum. Jú, ekki spurning. En engu að síður gaman að sjá KA-menn komast í hættuleg færi. Já, þeir eru ekkert hættir. Nei, enga veginn. Og stuðningsmenn þeirra eru heldur ekki að hættir. Það er rólegara í sólinni hjá Þrótturunum. Já, þeir eru 1-0 yfir hérna og slaka á hérna í stúkunni bara. Það er þetta í loka mínúta leiksins að renna í hlað. Og það verður nú lítið eitthvað bætt við. Já, var hann að tvisvar inn á sjúkra. Já, það er kannski mínúta bætt við. Og mark. Hér er fyrirgefandi fín sendingin í, en Trausti les þetta glæsilega og Jeremy er komin hérna. Þetta er frábærlega gert hjá Nukumu, en gott útlaup hjá Fannari hérna. Las þetta vel. Nukumu hugsanlega geta fengið á sig brotana. Hann rýfur aðeins í Dion Jeremy. Nei, það var ekkert á því. Nei, hann tók boltan og Jeremy var ekki langt frá því að vinna hann bolta af Fannari. Nei. En Fannar gerði vel og las þetta. Hann að vera stór hættulegur hérna, Dion Jeremy. Hann er með bolta núna. Já, reynir að vinna horn, nærði ekki. Gengur ekki. KA-menn reyna að vinna úr þessu, búa til eitthvað hérna. Elvar lítið eftir. Hann heldur boltanum vel hérna og aukaspyrna. Þetta er skynsamlega gert hjá Davíð Þór. Braut þarna vel af sér. Já, flott brot. Júrai. Boltinn út af, Oddur sparkað þessu bolt út af. Já, það er innkast og lítið eftir. Já, þá er hann Gumu. Hann ætlar að fara hér gegnum 2. Sjá. Boltinn tilbaka á Hlynur með langa sendingu inn í skalli frá Þrótturum. Jóhann Helga fyrir upp í hennar bolta, næra skallan. En þá boltinn laus. Hann er kominn niður, nei. Oddur sparkar þennan bolta út af og það fer af Callum og út af. Já, þetta var allt í gangi hérna á loka sekúndum fyrir hálfleiks. Fínn leikur hingað til. Já. KA-menn, já, bara kannski aðeins betri. Já, ég hef nú myndist KA-menn vera aðeins frískari svona, en mjög flottar skyndisóknir og hjá Þrótturum og þar er Dion Jeremy búinn að vera mjög góður. Já. Og flott mark sem þeir áttu hérna áðan. Ég held að sé svo ekki, já, hér flautar dómarleiks til loka fyrri hálfleiks. KA-menn 0, Þróttur Reykjavík 1. Og hér sjáum við
markið. Jeremy keyrir hérna upp hægri kantinn, gefur fyrir og frábært mark hjá Viktori Narapotonum hérna í markið. Og þetta já, hvað sé ég segja, þetta sé eina skotið þeirra á markið. Þessi svona alvöru skotið hjá... Já, þetta besta færið, alveg langbesta færið og þeir nýttu það og það náttúrulega það sem skiptir máli. Já, Bjarni þarf aðeins að ræða meira við félaga sína. Já, hann eitthvað að láta heyra í sér. Hann búinn að brenna sig af dómgesturinn núna í síðustu umferðum og hann þreyttur á þessu. Já. En við ætlum að taka okkur stutt hlé hér með leikmönnum og komum svo með seinni hálfleikinn von síðar. Von bræðar. Yes. Það ekki langt. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. We've been looking for someone like you for a very long time. The future is running out. You have to come with us to change it. Why me? He thinks you can fix the future. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Tomorrowland, a world beyond. Frumsýnd 27. maí. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is.
Jæja, góðir, velkomin aftur að skjánum. Seinni hálfleikur að hefjast hér í Laugardalnum. Þróttur Reykjavík gegn KA. Það eru Þróttarar sem að hafa fórustu 1-0. Skoruðu hér mark á 29. mínútu þegar Viktor Jónsson, hver annar, fóta honum í markið eftir flott hlaup frá Jeremy Akhoff. Og það var svona gegn gangi leiksins. KA er búin að vera sterkari og hafa átt svona fleiri skota ramman allavega, en ég held að Þróttarar séu með þetta mark og svo kannski eitt hérna langskot sem var mjög velt fyrir markmanninn að taka. Þetta sem flög yfir líka hérna rétt fyrir leikslok. Eða fyrir hálfleik segi ég. Það eru KA-menn vantarlega búin að ræða sín mál. Bjarni brjálaður út í dómarann hérna í fyrri hálfleik. Já, hann þurfti eitthvað að ræða við á hana. Já, og þetta er skemmtilega gert. Hér er mikil barátta. Jóhann Helga, boltinn út af og KA-menn eiga þennan bolta. Hrafn Andri hérna með skemmtileg tilþrif. Kemur löng sending. Boltinn út og Jeremy snýr Júrai af og reynir að stinga hann af, nærði ekki. Júrai meltir hann og stelur boltanum á honum. Vel gert hjá honum. Mikið að fólki að sóla sig hér í Laugardalnum yfir huggulegum fótboltaleik. Frábært veður, flottur leikur. Þetta verður ekki mikið betra nema að við fáum fleiri mörk. Við viljum fleiri mörk. Hér er boltinn inn fyrir Karl. Boltinn fram. Alexander Veigar tekur boltan niður, heldur honum vel. Og Aron Ímir. Davíð Þór með langa sendingu fram. Beint í fæturnar á KA-mannum. Júrai. Barðum boltan. Oddur vinnur hann á aukaspyrnu. Brynjar næstu leikir sem að Sport TV sýnir er á þriðjudaginn á Valur Breiðablik kvenna. Hér er Jeremy að fá boltan og hann kemst hann framhjá og fyrir gjöfun þegar Jóhann Helga nær að bæja hættunni frá í bili og Aron Ímir reynir fyrir gjöf, innkast. Já, Hilmar Trausti hefur átt svolítið erfitt með hann. Já, Hilmar Trausti kom úr haugunum. Hefur ekki náð að stöðva Jeremy almennilega í þessu leik. Hér er skalli. Lausbolti, KA-menn bæja hættinu frá Jeremy, tekur boltan niður. Stingur hann hérna út á kant og hér kemur fyrirgjöf en Callum er að bæja hættinu frá. Aron Ímir hérna með þessa sendingu fyrir. Og er það yngast til. Boltinn út af og útspark frá marki KA-manna. Já, og svo í fyrstu deild karla þá er það Grindavík HK á föstudaginn. Það verður hörkuleikur, nóg framundan. Já, það verður að lýsa upp styrktaraðala hér alveg hægt hægri vinstri. Og boltinn út af og það er enga sem að Þróttarar eiga. KA-menn skilja ekkert í þessu. Bjarni bara sestur hérna inn í stúkuna og ætlar að róa sig niður eitthvað. Boltinn áfram. Var það Hrannar með langa sendingu.
Hér skalli. Ímir kemst þarna ekki fram hjá. Það er sítt hana. Já, Davíð Rúnar eitthvað pirraður. Löngsending. Alexander gerir vel hana. Vill fá aukaspyrnu, fær aukaspyrnu. Það Kumu sem brotlegur. Já, þetta var lítið. En enga á síður grípur hann í hann hana. Það er ekkert spjald komið. Nei, þeir eru rólegir í tíðinni í því. Ólafur Aron Pétursson verður eitthvað að fara að tíja sig í uppbytun hérna hjá KM-unum. Já, bæði lið eru komið með 11 gul spjöld. Já. 5 leikjum. Þannig að það er alveg... Nei, býtur nú eða inni eða hvað? Hann er inni! Ótrúlegt mark í gangi hérna. Það er Davíð Þór sem að skorar beint úr aukaspyrnu og Fannar gerir sér sekan klaufaleg mistök hérna, missi boltan í klofið. Við sjáum hérna endursýninguna. Þetta var svakalegt. Þetta er bara frá miðju, hann missi boltan hann frá sér, dettur í klofið á honum og já, ég held að Davíð fái þetta skráða sig þegar ná nú að spyrna í boltan hérna en þetta var ótrúlegt hér á 50. og fyrstu mínútu þessa leiks. Þá skora Þróttarar annað mark. Já, þeir eru upp. Hann eitraði svona tilbaka. Já, þetta var nú kannski ekki... Það var nú aukaspyrna bara... Já. En samt einhvern veginn lá ekki í loftinu. Nei, þetta var klauðulegt. Já, Fannari, það verður að segjast alls vegar. Misti boltan hann frá sér og í gegn klauðu á sér og ég held að Davíð Þór sé skráður fyrir þessu marki. Það verður að horfa betur á það kannski í endursýningunni hvort að sýndist línuvörður verður búin að flagga þetta mark. Hér er fyrirgjöf og skalli en þarna var Elvar Árni alveg brjálaður og ætlaði í Alexander Veigar. Hann hætti við, sá að sér hérna á síðustu sekundunni. Hann sendi boltan hann út í kantinn og Alexander Veigar nelda niður og Elvar var fljótur upp og ætlaði í hann en það var eitthvað sem að stoppa hann af. Það er greinlega mark borga sig hérna fyrir Þróttarana að spila þetta á gervigræsinu. Já. En KM-menn þurfa nú að finna mark sem fyrst. Já, þeir eru núna alveg æfir og hér kemur hár bolti, Trausti tekur þennan. Nei, slæra frá, ekki dæmt. Og Þróttarar keyra hér upp, Alexander með langa sendingu á Jeremy hefur kominn. Jú, hann heldur boltanum, fer fram hjá Hilmar Trausta og svo fyrirgjöf á Alexander Veigar og hann skallar hann en þetta tekur Fannar í markinu, þetta var hann rangstæður. Þetta var laust, en Ingvarsur það eru fljótir að straffa svona tilbaka. Já, þessi bolti langur, Elvar elti þennan. Hættir aldrei ekki, hann kom frá Breiðablik. Hann er ekki múin að skora 4 mörk fyrir Káa, hvernig var það? Jú, það var ekki eitthvað leys. Það var það útsparkið 2-0 í þessum leik og 3 mörk. Hann er búinn 3 mörk, já. Ævar Ingi var komið 4. Já, Ævar er alltaf á bekknum, kemur, já, líklega ekki inn á, þeir eru ekkert að fara að taka hann inn á og honum aftan í læri í þessum 21 árs landsleik sem var hans 3-0. Viktor kominn upp í 7 mörk og er markahæstur. Já. Eftir að hafa skorað hérna í fyrri hálfleik. Það er KM-menn þeir verða að fá mark hér til svo að opna þennan leik.
Hér skall inn fyrir og Elvar eldi þennan bolta en Þróttarar ná að bæja hættinu frá, jú. En Linur í baráttunni. Gerir vel hana. Alexander vissi boltan og hann lítur að fá aukaspyrnu þarna. Þetta var bara aftan í og Alexander Veigar að fá gulspjald eða hvað. Ég hlýtur að vera. Þetta var alveg glórulaust. Já. Já. Já, hann var gulspjald. Þá það KM-menn með aukaspyrnuna. Já, fínt staður. Spurningum bara Júra taka hérna skot á markið. Já. Taka bara hérna góða krullu á nærstöngina. Ef þeir ætla ekki að búið til meiri varnarvegg en þetta, þá það alveg tilvæg. Nei, hann ætla að senda fyrir, það er ljóst. Skulum sjá. Já, fyrirgjöf, Trausti, skallaðis, kýlir hann inn í burtu. Flott útlaup hjá Trausta. Það er að hann henda þessum bolti í burtu. Já, fín fyrirgjöf hana. Já, Júra. KM-menn að leggja allt í sölunar hérna að reyna að jafna þennan leik. Skalli áfram Callum og Trausti tekur þennan bolta. Já, hann er Traustur í markinu. Já. Það er bara þannig. Orða grín. Og það var dýrari típan, sko. Já. Það var það Þróttarar. Rafn Andri vissi boltan. Rannar, Jóhann Helga, Atli. Atli í vandræðum, kemur boltan tilbaka hér. Fannar bæir hættinu frá. Já. Vel gert hjá Fannari. Og Júra. Og það er Davíð Rúnar reynir að stinga boltan hérna. Gríðarleg barátta hérna hjá Hrannari. Já, hann var ekki sáttur við þetta en ég held að þetta sé alveg laukrétt hjá aðstoðardómarunum. Þróttarar eru ekkert að flýta sér hérna, 2-0 yfir. Heyrist hérna vel í stúkunni. Stuðningsmenn Þróttar ánægði með þetta. Já. Og hér er Viktor Alexander. Jeremy tekur boltan niður. Oddur tekur við honum. Kemur svo með fyrirgjöf. Fín fyrirgjöf. Fannar tekur þennan bolta. Já. Já. 58 mínútur liðnar af þessu leik. Staðan 2-0. Hér er Elvar í baráttunni. Aukaspyrna. Þetta mark, eins og ég segi, algjör köld fastuska í andlitið á KM-mennum. Já. Þetta var ekki. Þeir voru búin að vera nokkuð ferskir eftir að fengi á sig hana fyrra markið og eiga vissulega skilið að meira í þessum leik en það er bara þannig þú verður að nýta færiðinn og það eru Þróttarar búin að gera. Já. Hér er skipting hjá Þrótturum. Það er leikmann nr. 6, Vilhjálmur Pálmarsson sem er að koma inn á og hér er færi en Fannar kemst inn í þetta. Já, vel gert hjá Fannari. Hver er ætli sé að koma út af hér hjá Þrótturum, ætli sé að fara að breyta til hérna taktík. Hann Greg Ræder. Þá var það skiptingin. Hann er að skipta Jeremy út af.
Já, það er athyglisvert. Já, Svona þeirra ferskasti maður og já, seinni hálfleikur valla hafinn. Þetta er svona Já, hann hlýtur að vera eitthvað að kvenka sér. Gæti verið að hann sé eitthvað slappur eða þeir bara hreinlega vilji hvíla hann. Ekki taka einhver áhættu með hann. Hann er búinn að vera geysilega fínn og meiri hlutin af svona því sem hefur verið í gangi á Þróttum hefur verið komið upp inn á hægri kantinn í gegnum hann. Já. Já. Hér eru Þróttarar koma boltanum tilbaka. Hann Trausti neglir hann fram. Sýnist hann fara bara í sömu stöðu hann Vilhjálmur. Hvað séru? Já, hann fer bara í stöðuna Jeremy. Já, það er ekkert þessi. Á hægri kantinn Hann er búinn að vera stórhættulegur í þessum leik og spurning hvort að Vilhjálmur nái að vera jafn öflugur. Hilmar Trausti átti í erfiðleikum með Jeremy. Já, Hilmar Trausti var ekki alveg að ná að loka nú vel á hann og hann átti hérna nokkra mjög fína spretti. Það var svona mínum andi allavega besti Þróttarinn á öllunum hérna í fyrri hálfleik. En við skulum sjá hvað þeir gera. Það er annað innkast. Þróttarar fá það. Hér er KM að huga skiptingu líka. Það er Benjamin James Everson sem er að koma inn á. Já. Hér eru Þróttarar vilja fá aukaspyrnu og fá aukaspyrnuna þarna rétt fyrir utan teginn. Og það er Vilhjálmur Pálmar sem að fiska þessu aukaspyrnu. Já, þetta verður ekki mikið betra en þetta. Nei, þetta er fínt færi fyrir... Þetta er látið vaða. Ég meni þeir skora frá miðju áðan. Ég myndi nú alltaf að þeir eiga eitt góða möguleika að skora núna líka. Já, það er... Ef hann nær honum yfir vegginn þá verður þetta erfitt fyrir Fannar. Þegar hann standi bara í miðjumarkinu. En þá er alltaf hættulegt að ef boltinn kemur í markmannshornið. Hann er nú pínu í miðjumarkinu. Hér kemur skotið, þetta fer í varnarvegginn og boltinn er laus. En KM ná að bæja hættunni frá í bili. Ýmir, þetta er brot. Það hlýtur á hann, nei, ekkert dæmt. Þetta var brot allan tíman alltaf. Pál Vilhjálmur, Oddur og hér er Ýmir brotlegur. Þetta var líka brot. Já, þeir eru að láta dómarann fara í töðunar á sig hér KM. Já, þeir þurfa að passa sig að gera það ekki. Það gengur ekki að fara að þræta við hann. Eða perja sig út í hann. Hann er búinn að eiga hérna bara fína leik, mér vitandi. Ég ekki sé neinn svona svakaleg mistök. Ég er ekki vissum að Bjarni sé sammála því. Nei. Hér er boltinn og hann lýsir boltan Fannar en næra haldunum og kemur fljótur og kominum í leik. Og er það KM fljótir samt að missa boltan aftur. Já, þetta var ekkert úr þessu. Þá var það Vilhjálmur, Callum og móturinn Vilhjálmur með skot eða sendingu fyrir en það er bara enginn. Nei, það er enginn rauður og hvítur mættur. Fín hugsun hjá Vilhjálmi en bara þurft hana menn með sér. Þróttarar kannski full afslappaðir hérna. Þeir eru 2 mörkum yfir. Kemur skemmtileg sending hérna. Boltinn á Callum Vilhjálmur fær boltan aftur. Hann er að koma sterkur inn hérna. Já. En missir boltan hér. Og Júræ vinnur þennan bolta.
reynir að leita samherja. KM vantarlega að það er að skerpa á sóknarleik núna. Já, það hlýtur að vera. En þessi, já, hún tók þennan í bakið bara. Já, Hlynur tekur boltan þarna og keyrir áfram. Alexander. Hér er barátta boltan. KM Ímir. Það gerir Ímir, sendur hann inn í teginu. Og hér er lausbolti. Fín hugsun, munaði engu þarna. Davíð Rúnar þarna var komin einn þarna. Þeir halda áfram að sækja upp hægra megin. Þróttarinnir. Fyrirgjöf en Ilmar Trausti nær að stoppa þessa fyrirgjöf. Þá var það Gumu og Hrannar. Atli Sveinn. Hrannar aftur. Já, vel gert hjá Hrannari. Já, kemur löngsendingin fyrir á Elvar en þessi aðeins svo langur. Aðeins svo langur, fín hugsun, engu að síður. Trausti bombar þessu fram. Karlum tekur við boltanum. Já, hann er bara kortir í það. Hann er ammaliðan Benjamin James hérna á hliðarlínunni. Hann er búinn að bíða svo lengi eftir að komast inn á. En það er kannski núna svona að því ég sagði það. Já. Ammaliðið runnið upp. Já. Það er Ímir sem er að koma út af. Já, ég held að þetta sé bara fín skipting. Alltaf skemmtilegt að þú verður að vera í samlitum undirbuxum. Ha? Já, mátt ekki, þú verður til dæmis hérna KM-maðurinn var í hvítum svona undirbuxum, hérna svona hlífabuxum. Já. Þá mætti hann ekki fara inn á. Já, og tjekka dómarinn á þessu. Já. Að það bara girða sig í brók og sína bara eins og maður sé LeBron James. Ef þú ert svona undir einhverjum buxum svona hita dæmi þá var það að gera það en það hafi engin áhrif. Þá var það KM Davíð Rúnar kemur boltanum hérna og það er Benjamin strax komin í boltan. Fyrirgjöf og þessi beint í fangið af Trausta. Já. Þetta er Fannar Viktor. Það er fílað að sjá svona baráttu. Á að þjarma að markmennum. Var að KM reyna að brjóta Þróttarana baka aftur. Hér koma mark inn í þetta. Fyrir leikinn er það frábært og hér er komið færi Davíð Rúnar fyrirgjöfina eða hvað? Nei, skelfileg sending. Þetta var, hann er ósáttur með sjálfan sig og hann má vera það. Þetta var fín sókn hana í uppstillingu. Já. Náði ekki að koma boltanum fyrir. Það er styrktaraðalinn einu sinni. Þeir eru svolítið duglegir með þetta hérna. Já, hér er Benjamin tekur við boltanum. Það er að taka hér 2 á. Fer hérna upp hægri kantinn. Gerir þetta vel, næra fyrirgjöfinni. Nei, það er varnarmaður. Vel lokað á hann. Hlynur Þetta var Hlynur lokaði. Nei, það er Rafnalli segi, eða ekki? Nei, það er Hlynur. Lokaði vel á hann. Og það er innkast. Nei. Það er hótspinna. Það er hótspinna. Dýrari típan. Og það er Júræ sem tekur hana. Ekki með spinnan. Varnamennin á að bæja hættinni frá í bili. Júræ tekur hérna mannin á, kemur með langa sendingu. Sveinn Atli í baráttunni. Elvar líka. Elvar fer hann með honum. Fyrirgjöf og skalli en þarna var Callum
einbyttir sig aðeins svo mikið af varnarmanninum í barðinu, hann náði ekki að stýra þessu bolta. Og 70 mínútur að detta á klukkuna. Já, þetta búinn að vera líflegur leikur og KA menn eru búinn að vera hérna duglegir en hafa ekki uppskorið. Skulum sjá hvað gerist núna. Það fín bending inn fyrir. Það Karl Brynjar sem að stoppaði þennan bolta. Og innkast. Það kemur fyrirgefin og þarna vilja fá víti en ekkert dæmt þarna og boltinn í hendurnar á Þrótturum. Ég held að þetta bara verið barátta hana. Ég sá ekki alveg brotið. Nei, og hér KA með brotliði Júræ brotlegur og fær guldspjald. Það gult. Það var nú alveg óþarfi held ég. KA-menn ekki alveg á því að þetta hefði verið guldspjald. Já, má kannski sjá Nei, hann liggur hann eftir. Svona sé nú í lagi með hann, ég held að þetta hefði ekki verið. Já, það skipting sem að Þróttarar að fara í. Ómar Koroma að koma inn á. Já. Og Viktor að koma út af. Ómar inn á, Viktor út af. Hann búinn að eiga prýðilegan leik. Viktor skoraði fyrra markið hérna í fyrri hálfleik. Hann eiga nokkra mjög flotta spretti og að gera að leyfa honum aðeins að hvíla sig og efnilegur drengur og Víkingarnir að sé handabökin. Já, orða það þannig að hann sé ekki að spila með þeim. Hann sé ekki að skora fyrir Víkinga. Nákvæmlega. Þeir þurfa að áfram að halda í Pepsi-deildinni. Getur slóra að vera að koma með 7 mörk í 6 leikjum. Það er bara svona Messi-tölur. Já. Það var að spilna fram skalli. Hilmar Trausti skallaði þennan boltinn út af og Þróttarar eiga innkast. Rotti sem að Björns sem ætlar að taka þetta innkast. Tekur það langt inn í teginn, skalli frá fyrirliðanum Atla og Benjamin tekur boltanum. Kemur hann minna út á Hrannar með langa sendingu hér á Elvar. Hvað gerir Elvar? Hann heldur boltanum vel, snýr og framjá varnarmönnum og vinnur hornspyrnu. En flott hjá Hlinn hana. Flottar hreyfingar hann hjá Elvari, hann búinn að vera hættulegur fram á við. Já. Juraj, moramo da vratiš sa Hranarom! Jovi Pirutan! Juraj! Brz je Jura, pazi! Hrana, hann fljótur! Já, það bara Fyrirgefin skalli frá og Juraj tekur boltan niður, stingur hann hérna inn og skalli en Trausti tekur þennan Traustum tökum. Já, þá erum við báðir búinir með þetta eða ekki? Já, Trausti búinn í dag. Karl Brynjar eitthvað að kvenka sér hana. Já, hann hefur fengið eitthvað að högga á sig. 74 á klukkunni. Það er nóg eftir og ekki
ekki hérna vanmeta KM-menn, þeir geta vel skora mörkin. Já, þeir eru stórhættulegur búin að vera það í þessu leik, búin að eiga fína spretti en ekki náð kannski ekki mörgum svona erfiðum færum fyrir Trausta allavega. Hann er ekki svona verið nokkuð auðvelt fyrir hann í dag. Allavega í seinni hálfleik hefur þetta ekki verið neitt rosa mikið að gera hjá honum. Nei, byrjuðu ágætlega en svo var þessi blauta tuska mark nummer 2. Já, Júra hérna. Og þeir missa boltan Þróttarar. Ómar. Þróttarar missa boltan frá sér hér, Júræ. Og Davíð Rúnar snýr hérna. Alexander Veigar er búinn að vera duglegur að æsa mennu upp hér í og hefur komist svolítið upp með það. Sending inn frá Hrannari. Boltinn, nei. Já, Þróttarar að gera vel hérna. Ómar gefur boltan frá sér. Komu hérna vilja KM fá aukaspyrnu, ekki dæmt. Júræ það fyrir ekki að standa og væla að bara halda áfram. Já, hann bara hættur og hér koma 3-4. Sendingin fyrir og hann er komin inn í fyrir að dauðafæri og hann hlýtur að skora. Nei, hann tekur framhjá. Þetta er svo vakal. Ótrúlegt færi sem að þeir fá hér. Rafn Andri Já, galopið allt. Vilhjálmur átti frábæra sendingu inn í teginn og Rafn Andri Haraldsson fer geysilega illa með þetta færi. Það er eins gott að staðan er 2-0 þegar þú gerir svona. Já. Við sjáum hérna hvað KM-menn gera. Þeir þurfa nú að þeir verða að skora. Fara að setja inn mark eða þeir ætla að vera með í þessum leik. Það gengur ekki að vera 2-0 undir síðustu mínútunum. Hvað er mikið eftir að leiknum fyrir? Það eru 15 mínútur. 15 mínútur. Og hér er alltaf verðað sjóðandi vitlaust. Já. Og Júræ, Elvar og Davíð Rúnar eru hérna í kringum þetta. Ég sá nú ekki hver að það sem sparkaði á hann. En þeir eru allir orðinir vel pirraðir, þessi þrír. Og Aron Ímir fékk hérna. Það er ennþá verið að ýta þarna. Dómarleiksins eitthvað að meta þetta. Já. Hann er að reyna að stilla til friðar hana. Það er hitti í mönnum. KM-menn eflaust Kristoffer í beinni hérna. óánægðir. Já, hann tókti 2-0 hérna og hann klúraði rosa illa. Já. Gangi býttu næsta því. Muniði að Tómas er bestur ef þið heyrið mig. Taka þess að krakka á rasketa. Já, það er einhverju guttar hérna á hliðalínunni að kalla í hliðamækinn sem að svona er settur upp til þess að ná stemningunni á vellinum. Það er áttur Jó Helga. KM-menn reyna að byggja sig upp. Hilmar kemur boltanum áfram. Björn missir boltan. Nei, segir Davíð Rúnar. Vill einhvern veginn skýra hann Björn. Spurningur hann takið það ábendingu einhvern mann. En það var það Hrannar. Hann heitir Hrannar Björn þessi. Já. Það var hann Gúmú. Hrannar. Þetta er Hilmar með fyrirgjöfina. Hilmar með fína sendingu en vel gert hjá Brynjari að stíga Davíð Rúnar hann út og Trausti tók þetta örugt og er ekkert að flýta sér neitt svakalega mikið hérna með útsparkið. Nei. En það er svo sem ekki leiktöf. En við viljum fá hérna fút í þetta, við viljum fá mark frá K.A. Opna hana leik svolítið. Hvað er Traust að gera? Þetta var mjög einkennilegt. Það geta tikið hennar bolta bara inn í teginn og gripið hennan. Já, þetta var komst upp með þetta. Já, það slappur í horn. Og það er að gera að vera pínu kokki allavega milli stangana. Já, hann var bara svo langt frá stöngunum.
Það var ennþá inn í teik. Já, hann misti, hann taka hann á kassan, hann misti hann það frá sér og ég minna það hefði verið... Þetta hefði verið mjög dýrt. Já, það hefði ekki orðið það, en hann komst þetta. Hún kannski leiðist eitthvað hennar, búið að vera frekar rólegt. Já, KM ekki náða að reyna mikið á Trausta í þessum leik. Það var aðeins í fyrra áleik, 2 skot sem að hann þurfti að... Já, þurfti að skutla sér einu sinni. Já, virkilega hafa fyrir, en minna aukaspyrna líka. Og svo það var KM fengur KM náttúrulega dauðafæri þar sem að þeir skutu bara yfir markið, Júræ. Já. Það var náttúrulega bara skora úr því, stöðun 1-0. Hefði átt að skora úr því, það hefði verið allt öðru þessi leikur. Það er dýrt að klikka á þessum dauðafærum. Já, ég held að þessi lið séu nú bara tiltölulega jöfnað að getu eins og þannig í dag og ég er alveg samanlegaður í því. KM svona, já, fleiri góða mínútur hinga til allavega heldur en Þróttar, en þeir hafa nýtt sín færi betur og sína skyndisóknir. Já, ég finnst nú Þróttarna hafi nú átt þennan seinni hálfleik að meiri hluta, sko. Já, ég get verið sammála því. Og það er Darraðdansina. Já, Callum skall hann í burtu. Taka hann að bolta niður bara og gera eitthvað sniðugt. Vilhjálmur stingur honum inn, Ómar það er ekki í boltan. Hér er Alexander Veigar, stingur honum hérna og þetta er aukaspyrna, hlýtur að vera, já. Þarna var Hlynur ekki langt frá því að komast í gegn, en fín varnarvinni á Hrannari Birni. Stór hættulegur hana Hlynur. Það var það Þróttarar, Alexander Veigar, Ómar stingur honum hérna inn og Rafn Andri, nei, ekki Rafn Andri, fyrirgefðu, þetta er hérna Aron Lloyd og hann missi boltan frá sér. Skulum sjá hvað gerist hérna. Það er útspark úr marki hérna Káa og það er barátta hérna boltan. Ómar þjarmar hérna að... Já, hér er færi, komin í gegn og fín. Atli Sveinn er að redda þessu hérna á síðustu sekundu. Náða að vinna þessa staklingu og þá koma KM-menn. Flott Benjamin og þetta er bara rifið niður. Þetta er spjald. Nei, jú, þetta er spjald. Hættu þessu. Hann kastar honum niður. Já. Hlynur, þetta er ekki... En flottu lestur hann á Rafn Andra. Kom hann á og kom sér í hættulega stöðu hann. Já, Sveinn Andri. Atli Sveinn sig náði að redda þessu, taklaði hann bolta. Já, Hér er fyrirgjöf, skalli, Kumu skallar, Trausti. Restin er þessum velgjart. Það er að reyna að hjálpa honum á fætur hana, ekki velið, ekkert vera að íta svona, dómari. Þetta náttúrulega gengur ekki. Herðu. Þeir eru hérna ykkur... Hvaða vittlis er þetta? Davíð Þór og Elvar í gítast. Já, ég vil að sjá dómaran fara miklu harðar inn í þetta, þetta er ekki læg. Nei, þetta er alltaf smá púss. Elvar er búinn að, þeir eru búinn að vera að pirra Elvar hérna duglega, hann er búinn að vera mjög fastir á honum í þessu leik og hann fannst hann að missa hausina þess hérna í fyrri hálfleik. Ég skalli áfram, hann er rangstæður. Já, það er ekki mikið eftir. Það eru 6 mínútur eftir þessu leik. 6 mínútur eftir. Pluss uppbótartími. Það eru vantarlega einhver uppbótartími, 3 skiptingar, mark og einhver meiðsli. En þetta fer að vera nokkuð öruggt hjá Þrótturum. Þeir hafa staðið pliktina vel bara í vörninni. Já, þeir eru með hörku varnarlið. Og það er eins og ég segi, það er bara
undanfarin ár hafa þeir að gefa eftir. Fyrra held ég að unnið fyrstu 3 og svo fór eitthvað að kiksa. Einhver tímann þá unnið þeir nánast allt í fyrri umferðinni, man ekki hvað ár það var, og svo 3 stig í seinni umferðinni. Þannig að þeir eru öllu vanir hérna í Laugardalnum. Ég hugsa að þeir hljótuna að vera með þetta, en þetta er örugglega tilbúinir að hafa þetta aðeins öðru í sig núna. Já. Getur bara ekki annað verið. Það er að Kumu tekur boltan niður, Benjamin. Það gerir Benjamin með 3 í sér. Fer upp að fyrirgjöf og Elvar nær ekki að halda boltanum. Og Trausti tekur þennan bolta. Boltinn örlítið fyrir aftan að þarna og misti boltan frá sér. Já, en í annari deildinni þá er staðan 1-1 hjá Sindra og Tindastól. Þriðju deildinni eru Völsungar konur í 3-1 á móti Víði. Þannig að það er alltaf að gerast þar og leik er lokið. Örnin 1, Hörður 2. Nei, Basir. Þetta er Ísafjörður að vinna leikinn maður. Þetta er magnað. Það er að KM-menn. Hilmar Trausti að brotið á honum þarna, en Júrai heldur áfram, boltinn út af og engast sem að KM-menn eiga. Já. Og er það hotspilna eða hvað? Já. Skulum sjá hvað menn gera. Fín hotspilna. Já. Kumu boltanum út aftur. Fyrir Júrai. Og manna bolta inn frá Júrai. Sending fyrir og þetta er Trausti gerir vel. Já, varnarlínan hjá Þrótturum eru einstaklega góður í að stíga menn út og bjóða bara ekkert sóknarmönnum upp á einhvern marktækifæri. Nei, það er þetta hefur verið erfitt hérna hjá KA-mönnum að koma sér í almennileg færi og Jóhann Helga slæmsending hjá honum, boltinn út af. Við sjáum hérna hvað Þróttar að gera. Þessi full langur fyrir Ómar. Hann duglegur að elta hérna. Þannig að hann leysir vel úr þessu og rannar með langa bolta hérna fram. Atli Sveinn var þetta lust. Og sjáum hvort að KM geti gert eitthvað hérna. Það fer hver að vera síðastur á skora ykkur mörk í þessum leik. Þróttur yfir 2-0, 1 mark í hvorum hálfleik. Það er Karl Brynjar sterkur í vörninni hérna. Fín barátta hjá Hrannari. En Kumu, hvað gerir hann? Fínn að halda bolta. KM-menn hafa hérna að missa boltan, en já, KM-menn hafa ekki unnið Þróttara núna í þessum þriðji leikurinn í röð. Í deildinni fyrra töpuðu KM-menn 3-1 á hérna á þessum velli og töpuðu svo líka fyrir norðan 1-0. Já. En Þróttar að gera sig tilbúna fyrir skiptingu, ætla að læða þetta inn hérna síðust skiptingunni fyrir leikslok og Árni Þór Jakobsson stendur hérna tilbúinn til þess að koma inn á. En já. Þróttar að eiga fram í næsta leik í Laugardalnum. Bara í næsta í bakgarðinum. Það er í bakgarðinum og Káa er að fara að spila heima á móti í Búlingavík. Okay. Þannig að það eru spennandi leikir framöndan í fyrstu deildinni. Við verðum hérna
Framarar á föstudaginn ekki náða að sína nógu góða leiki í sumar allana. Nei, þeir eru ekki verið að spila vel. Hrafn Andri að koma út af. Á föstudaginn þá verður Grindavík HK í beinni á Sport TV. Árni, það kom inn á Árni Þór Jakobsson. Innan við mínúti eftir nokkrar sekundur eftir af venjulegu leiktíma. Já, það er lokið. Venjulegu leiktíma er lokið. Það eru vantarlega einhverjar 3 mínútur hérna í viðbótartíma. Og já, KM-menn ekki verið líklegir. Þeir eru búin að reyna, ekki gengið nógu vel. Hér er Árni Þór strax kominn í boltan. Gefur hann út á Ómar hérna. Ómar tekur skotið í slóna. Þetta er svakalegt spil hana. Flott skot. Neglur honum í slóna. Þetta hefði verið algjörlega óverjandi fyrir Fannar. Þetta hefði verið einhverjum sentimeter neðar. Flott sókn. Árni Þór kominn hérna ferskur inn á. Já, stelboltanum á miðunni og keyrði upp. Fína sendingu á Ómar sem býr sér til hana eitrað færi. Það er Benjamín, Þróttarar mjög duglegir og hreyfanlegir. Já. Hætta aldrei. Nei, þeir eru aldeilis búinir að eiga frábæran leikina. Já, Árni duglegur í boltanum hérna. Hann er kominn ferskur inn á, er að sýna sig. Fær hérna einhverja mínútur til þess. Hér er Elvar og hér er Júræ með skot og þetta er beint á Trausta. Já, hann þurfti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Nei, og dómarinn Júræ kannski búinn að vera svona manna ferskastur í KA-liðinu en hefur ekki náð, hann og Elvar kannski, hefur ekki náð að Nei, það er ekki náð að gera marksitt á leikinn. Beina boltanum á markið, hann er búinn að skjóta yfir hérna. Já. Og svo aukaspyrnur og eitthvað. Já. Hér er Elvar kominn upp hægra megin. Vel gert hjá honum. Hér inn á miðjunni, vippar honum og skallar hann inn. Það er mark. Er þetta, já þetta var Davíð Rúnar sem að skorar hér mark á síðustu sekundu þessa leiks. Já, þetta eftir frábæran undirbúning þarna hjá honum Elvar Árna. Hann er búinn að vera mjög duglegur í að nákvæmlega þessu. Elvar chippar honum inn og hann skallar hennar bolta og þetta var fínt mark hjá, en allt og seint. Allt og seint, en engu að síður gaman að sjá þennan bolta rata inn hjá KM-unum. Þeir áttu svo sem alveg skilja að skora hennar mark, en Þróttarar hafa verið heilt yfir betri í þessum leik og eiga að skilja þennan sigur. Já, staðan 2-1 en þetta er ekki búið. Hér er Benjamín komið inn, hann er þessu bolta hvað, já, upp hægra megin. Hann ætlar að reyna að koma boltanum fyrir. Hvað gera KM núna? Benjamín með skot og þetta er beint í hendurnar á Trausta. Fór í gegnum alla. Þetta fór í gegnum svona 5-6 manns. Og beint í lúkunar á Trausta sem lasi þetta vel. Það var erfitt að sjá hann að bolta. Aldeilis comeback ef að KM-menn hefði náða að póta honum inn hérna. Það hefði verið kærleysi frá Þrótturum. Finnst mér að ef þeir eru að tapa þessu hérna á síðustu 3 mínútur. Já, það er eiginlega bara ekki hægt með hvernig þeir eru búin að eiga þennan bara príðisleik. Hér er dómaralegsins að líta klukkusinu. Þetta er síðasti sénsinn hjá KM-mönnum. Já. Skalli áfram, Björn. Karl Brynjar sig, missi boltan. Benjamín, hvað gerir Benjamín fyrir gjöfina? Skalli. Elvar í baráttunni. Býtur nú við, þetta fer í hendina á honum. Já. Dæmt hendi. Það er aksjón hérna á loka mínútonum. Á gervigrasinu. 5 minutes, sagði þjálfari Þróttara. Hann er ekki sáttur. Það er, skulum sjá, dómarinn aðeins að ræða þennan við Elvar.
Var hann að korta eða? Hvað segir þau? Var hann að skrifa hjá sér tiltal eða var hann að spjalla? Ég sá það ekki. Allt niður okkur hérna lokasekúndunum. Þetta er... Já, þá er þessu leik lokið með sigri Þróttara 2-1 og við ætlum að skella okkur í viðtal. Glæsilegur sigur Þróttara hérna. Þeir er búin að vera mjög sterkir í þessum leik. KM átti góða spretti, náðu henni marki á loka mínútunni, átti það svo sannarlega skilið. Hafa kannski ekki uppskorið fyrir erfiði sín í leiknum hingað til. Þróttur einir og efstir eftir 6 umferðir með 18 stig. KM eru í 5. sæti með 11 stig og það er spennandi viðureign framundan hjá okkur á Sport TV. Við erum að vera með kvennaboltan Pepsi-deildina á þriðjudaginn klukkan 19:15. Það er Valur Breiðablik og á föstudaginn er Grindavík HK í fyrstdeildinni klukkan 19:15 líka. Hvet ykkur eindregið til að fylgjast með, en við ætlum að fylgjast með viðtölum. Ég þakka fyrir mig. Bjarni, 2-1 tap. Þú erum náttúrulega hundfúll með þetta. Þið voru miklu betri í fyrri hálfleik fannst mér en kannski dróðu að ykkur á samt í seinni hálfleik. Já, mér fannst við ágætis tökum á sig í fyrri hálfleik og vorum svona að taka leikinn þegar þeir skora þetta mark og þetta var nú bara þannig, þetta var bara svona, fannst mér svona nokkuð jafn leikur yfir heildina en þeir skoruðu mörkinu við ekki. Ja, þessi 2 mörk og náttúrulega sorglegt marki hérna númer 2. Já, þetta var erfitt að fá svona mark á sig, svona í seinni hálfleik. Já, þetta var mjög slæmt og við ætlum aðeins takt í seinni hálfleik og ætlum að freista þess að jafna sem fyrst og náttúrulega vinna leikinn en hræðilegt að fá þetta mark á sig. Já, eins og þú segir, þetta er ekki gott, en þú varst ekki hress með dómarana í þessum leik? Nei, mér fannst í þessum leik allt önnur lína keyrð og Þróttararnir fóru svolítið í okkur þegar við áttum séns á að fara í svona hraðaupphlaup og brutu þá oft á okkur og mér fannst þeir fá of mörg tækifæri til þess og það er gult spjald þeir hefur verið línan hingað til en svo kemur einhver í 7. umferð og dæmir einhvern veginn allt öðruvísi. Ævar náttúrulega ekki með mikilvæga leikmaður ykkur. Já, Halldór Hermann og Ævar meiddust fyrir hennar leik og þeir hafa sárt saknað en við eigum bara að geta klárað þetta og við vorum að spila alveg nógu vel til að kannski allavega ná í stíð og við vorum djöfulli nálægt í hérna í lokin en því miður. Við verðum bara að vinna út frá þeirri stöðu sem við erum í núna og taka stíðin annars staðar, það er ljóst. Takk fyrir Bjarni, gangi vel. Viktor hérna. Viktor! Þeim var bannað að koma í viðtal hérna. Þannig að reyna að fá einhverja Þróttara í viðtal. Það er bara farnir inn. Það er Árni hérna, já. Hver er hérna, ég ætla að fá hann hérna, Alexander Veigar bara í viðtal. Stela honum. Alexander! Alexander, til hamingju með þennan leik. Þitt mat á kannski fyrri hálfleik, voru KM ekki verið betri? Mér fannst sko þetta að vera svona svipað á fyrsti leikurinn móti Þór. Þetta var svona barátta, þvílík læti og svona erfitt að átta sig á hlutunum. Þetta var eins og ég segi mjög svipað á fyrsti leikurinn þegar áhorfendurnir voru brjálaðir og allt bara í rugli þannig séð. Þannig að komst ekkert svona jafnvægi á þetta fyrir í seinni. En þannig að þetta var svona ekki jafnvægi á leiknum en það kom í seinni hálfleik og mér fannst þið bara sýna að við vorum betri, mörkin sýndi það. Þetta mark sem þið skorið náttúrulega í fyrra hálfleik, kannski ég held jafnvel að þetta hafi verið eina skotið á markið okkur. Já,
Já, duglegur. Já, við vorum kannski ekki að sýna mikið sóknarlega séð. Við vorum ekki alveg að ná spilin okkar upp, en varnarlega vorum við þéttir. Þeir áttu heldur ekki mörg færi. Varnarlega, þeir eru gríðarlega sterkir þarna. Það sýndi sér best að hvað varnarlínan er dugleg að stíga menn út. Já, þetta er náttúrulega all liðið sem er að spila þessu vörn. Við erum mjög skipulegir, Greg er búinn að fara í gegnum þetta allt saman. Við vitum nákvæmlega hvað við eigum að vera á öllum tímapunktum í leiknum og bara reynum að vera eins agaðir og við getum og það er að skila sér. Við erum bara búin að hafa okkur 2 mörk nýja tíma, þannig að varnarleikurinn skila sér heilt yfir. Þá góðir leikmenn fram á því að njóta sín, halda boltanum á spilunum og við erum mjög góðir í því líka. Stressaður? Ég var aldrei stressaður. Við vorum, eins og ég segi, að hlaupa endalaust. Allir að berjast fyrir hvern annan og ég hafði enga trú að þeir myndi jafna. Ekki að reyna að gera lítið úr KM, þeir eru með frábært lið, en ég hafði algjörða trú á verkefninu allan tíman. Og svo hefur fjara endur þessu, er það eitthvað sem við ætlum að sjá til þess að vera ekki svona? Já, það var náttúrulega þannig í fyrra, unnum fyrstu 3 og svo kom svolítið svona niðurkafli. Nú erum við búin að unna fyrstu 5 og við lærðum náttúrulega af síðasta sumri. Greg lærði það, hann veit hvernig á að bregðast við núna og við erum að gera allt rétt, finnst mér. Við erum að einbeita okkar á varnarleiknum, það er að skila þessu og það er engin ástæða til þess að halda þetta haldi ekki svona áfram. Næsti leikur í bakgarðinu hérna, það verður heimkuleik. Já, það er bara algjör snillt að komast á grasloksins. Ekki það að þetta sé ekki góðu völlur, það er að nef blautur og alltaf náttúrulega logn í dalnum, þannig að þetta er í rauninni topp aðstæður. En það er miklu meiri stemning í grasinu og við getum ekki beðið eftir að fara í alvöru takkaskó en ekki einhverja gervigras og komast á flottasta völl landsins. Ég ætla nú kannski að impra aðeins á því. Það er rétt að þið kusuðum að skjóta sér. Já, við gerðum það fyrir tímabili. Okkur fannst við eiga meiri möguleika á því að ná árangri á þessu grasi heldur en valbindinum. Hann er náttúrulega ansið svona, hvað ég segja, maður veit ekki hvernig það verður svona eftir veturinn og er hólóttur og getur verið harður, þannig að við kusum þetta fyrir tímabili. Nei, við sjáum alls ekki eftir því. Þá ætlum við að segja þetta gott hér úr Laugardalnum. Þróttur með flottan sigur gegn KM-mönnum, eru á toppi deildarinnar með 18 stig og þeir fara hér inn í helgina glaðir og sáttir. Við hér á Sport TV þökkum kærlega fyrir, Þormóður Logi Björnsson og ég Freyr Brynjarsson þökkum fyrir áhorfið. En minni á leik í Pepsi-deild kvenna á þriðjudaginn. Valur Breiðablik. Verið sæl.